Ég svo ánægð með kennslugögnin verða betri og betri og ég rosalega ánægð með vináttuna. Hún uppfyllir bara allt það sem mér vantaði í einu kennslugagni. En þetta eru góð spjöld og þetta er líka bara myndirnar. Þær eru eiginlega langbestar. Það eru svo raunverulega, þau geta sett sig í þessi spor. Eins og hið eilífa vesen á fótboltavellinu, það voru mjög flott spjöld þarna í kassanum sem að tengjast því og maður sá alveg fyrir sér að þetta væri eitthvað sem maður væri hægt að nota einmitt bara alveg upp í 4. bekk sko. Hann er mest að stjórna honum, en hann má alveg vera með. Þetta hefur svona vakið þau svo til umhugsunar. Mér finnst svona fljótari að sættast, finna lausnir, leysa vandamáli sjálf, setja sig í spor. Það er náttúrulega stór þáttur í þessu. Mér finnst best að netta. Að gefa af sér við aðra og aðrir að gefa af sér við þig, en þetta gerir þau svona líka að meiri svona heild eða svona hóp líka, þú veist, þetta er alltaf svona frekar notaleg stund. Og ég held að allt svona hjálpar til. Og líka bara að tala við Blæ. Við bara stundum að hafa einhverja svona persónu sem er ekki endilega raunveruleg, er ekki eins og lifandi, það þarf ekki að vera. Þau segja honum stundum eitthvað. Þannig ég held að Blær hjálpi mörgum. Það er alveg samferðið það. Blær er mjög góður og kærleiksríkur og hann hjálpar manni að líða vel. Og líka mjög stilltur. Þá kannski segir hann svona, stopp, það má ekki stríða. Bangsi minn, hvar núna Bangsi minn, Bangsi minn, Bangsi minn, Bangsi komdu vinur. Hann er hjálpsamur og góður við alla, þó hann er ekki lifandi. Ef maður er að gráta, þá getur maður knúsið hann. Því að vinir geta hjálpað manni. Ég heyr alveg að hún vísar í hugtök sem greinlega komið verkefninu. Þú veist, hún talar alveg það, segir mig frá því að einhver hefur verið að skilja einhvern annan út undan og þú veist, hún greinlega hefur augun opin og líka mér finnst á sér brotin alltaf og svo sko. Og maður mætti kannski alveg spá aðeins meira í þessu sem foreldri, hvað skólinn er að gera. Það þyrfti að vera meira samtal á milli skólans og foreldra verkefnið, en það er ekki bara á ábyrgð skólans. Það er líka á ábyrgð foreldra að eiga það samtal. Sem mér finnst eina af þeim mikilvægastu setningum, það er þetta með að við kennum þeim að finna tilfinningum sínum farsælan farveg. Svo er þetta líka tækifæri til að spegla eigin tilfinningar þegar það er verið að stilla upp þessum dæmisögum og þessu að og leið á nær því, það var náttúrulega sterkari öllum samskiptum að fara viðurkenning á eigin tilfinningum. Börn sem eru góð í umburðarlyndi, virðingu og kunna góða félagsfærni, þeim vegnar vel í lífinu. Þau verða hamingjusamari af því þau geta tjáð sig, sett orð á líðan sína og það er bara ofboðslega mikilvægt.